Velkomin. Takk. Viltu segja þig nafn og hvaða flokk þú ert? Ég heiti Ásmundur Friðriksson og er fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já. Ég er frambjóðandi í Suðurkjördæmi. Já. Við erum að forðast við fatlaðar með 5 spurningar. Og við ætlum bara að byrja. Var búið að lofa okkur því að lögfesta samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það átti lögfesta samninginn árið 2019. Hvert lengi þurfum við að bíða í viðbót og af hverju er málefni fatlaðra alltaf sett á bið? Ég held nú reyndar að málefni fatlaðra sé nú ekki alltaf sett á bið. Ég held að það sé nú kannski ekki alveg rétt. Ég hef unnið töluvert af málefni fatlaðra bæði í þinginu og utan þess. Og margt hefur gengið ágætlega, en auðvitað mætti margt annað ganga betur og þar á meðal að lögbinda þennan samning sem ekki hefur verið gert ennþá. Ég hef haft samband við ráðuneytið út af því og það hefur verið unnið að því. Það er þó ekki búið að klára það, þar á meðal að stofna þessa mannréttindastofnun sem þarf að gera í sambandi við lögsetninguna á sáttmálunum. Og hitt er að ég hef líka kynnt með það að það er nú þegar búið að setja töluvert mikið af lögum sem byggja á mannréttindasáttmálunum og mannréttindasáttmáli Evrópu er samþykktur, þannig að það er margt af þessu sem er samþykkt. Vandamálið við að samþykkja svona samninga er fyrst og fremst vegna þess að textinn er opinn, hann er ekki lagalegu texti. Og það hefur svona aðeins tafið fyrir því að klára málið, eins og ég heyri það. Já. Mun þinn flokkur beita sér fyrir því að stofna mannréttindastofnun því okkur hefur verið sagt að ekki sé hægt að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna fyrir en það er búið að stofna mannréttindastofnun? Já, það hefur komið fram og eins og ég sagði fyrir að svari mínu að það þarf að stofna mannréttindastofnun. Ráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, hefur unnið að því líka en samkvæmt 5 ára fjármálaáætlun er ekki gert ráð fyrir stofnun mannréttindastofnunar á næstu 5 árum en fjármálaáætlun er breytileg frá hverju ári til annars. Hún er alltaf í 5 ár á hverju ári, þannig að það er auðvitað næsta þings að taka ákvörðun það og auðvitað held ég sjálfur að það sé mikilvægt að ljúka því verki og klára þessi máli eins og hægt er. Já. Hvernig ætlar flokkurinn þinn að reyna að auka möguleika og búa til tækifæri fyrir fatlaða til að vinna á almennu vinnumarkaði? Ég held að sé bara mjög mikilvægt að þau tækifæri sem til eru á vinnumarkaði verið nýtt fyrir fatlaða einstaklinga. Ég þekki þetta nú ágætlega, ég sem hef verið formaður Þroskahjálpar á Suðurnesjum í 10 ár. Þar erum við með verkefni fyrir fatlaða einstaklinga sem 12-15 manns vinna. Þau fá bara sömu laun þar og á almennu vinnumarkaði og ég held að sé mjög mikilvægt að atvinnulífið að það sýni fötluðum einstaklingum meiri skilning, búið til fleiri svona hlutastörf og kalli þetta fólk til starfa, vegna þess að ég þekki það nú bara eigin skilni frá því ég í mínu fyrirtækjarekstri að þá var ég alltaf með fatlaða einstaklinga að vinnu og bæði var nú bara mjög ánægilegt að hafa það að vinnu og þeir sköpuðu skemmtilegan anda á vinnustaðnum og eru þetta bara fólk sem er bara afar gott að hafa í vinnu. Þannig að tækifæri þurfum að koma frá atvinnulífinu. Já. Hvernig myndu þið vilja bæta aðgengimál í samfélaginu? Aðgengi fatlaðra er auðvitað sífellt verkefni að vinna að og ég hef kynnt mér það líka mjög vel, aðgengismálin og það er auðvitað byggingarreglugerðir og byggingarlöggjöfin og það er bara mjög mikilvægt að það sé farið eftir henni vegna þess að ef það er gert að þá verði ekki vandræði með aðgengismálin fyrir fatlaðra. Við höfum verið að skoða þessi mál og til dæmis í mínu sveitarfélagi hefur ekki sérstök úttekt á því í Reykjanesbæ aðgengismál fatlaðra. Það var auðvitað víða pottur brotinn en það hefur tekið stórstígum framförum og flesta nýbyggingar sem byggðar eru í Reykjanesbæ
standast þær kröfur sem til þeirra eru gerðar, en það er sífellt verkefni að fylgja byggingarreglugerðinni eftir og ef það er gert, þá eiga málunum við lagi. Okay. Hvernig ætla flokkurinn þinn að auka við fjölbreytni í námsmöguleikum fyrir fatlaða? Ég held að það sé líka kannski bara svipað eins og með vinnuna, að það þarf að auka svona einstaklingsmiða nám fyrir þessa einstaklinga og gefa þeim tækifæri að stunda nám við þeirra hæfi í skólakerfinu, í grunnskólum, í framhaldsskólum og inn í háskólana og ég þekki einstaklinga sem hafa náð sér í menntun á þessum stöðum og auðvitað bara snarbreytt lífið þeirra. Þeir eru leikskólakennarar og íþrótta, ég man ekki hvað gráðar heitir. Já, þeir eru það og þannig einstaklingar eru í mínu sveitarfélagi sem hafa farið þessa leið og það er auðvitað gríðarlega gefandi fyrir þetta fólk að fá tækifæri inn í skólunum og ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að tryggja þessum hópi aðgang að námi við hæfi og svona einstaklingsmiða nám sem að þau geta svolítið valið sjálf. Já, nákvæmlega. Heyrðu, ég ætla bara að þakka þér fyrir komuna og ég vona að ykkur gengur vel og bara takk. Já, takk fyrir sömuleiðis og gangi ykkur vel og vonandi að við getum hérna lagað stöðuna. Já, við vonum það líka.